Gott að sjá okkur í dag. Við ætlum að lofa Guði saman. Amen. I believe there is one salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. I believe in the crucifixion. By His blood I have been set free. I believe in the resurrection. Hallelujah, His life is destined. Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. I believe in the hope of heaven. He's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine. Is a heard or eyes have seen. I believe that a day is coming. He's returning to claim His bride. Light the altar, keep it burning. See the Lamb who rose a roaring lion. Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. In Jesus' mighty name, I believe. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja.
Baptist í dag. Amen. Gott að sjá okkur, verið hjartanlega velkomin í kirkju í dag. Mér langar að segja ykkur rétt frá nokkrum viðburðum sem eru framöndan. Fyrst langar mig að spyrja ykkur, þið í heimahóp? Einhver í heimahóp hérna? Ef einhver ekki heimahóp, þá hvet ég þig til þess að fara í heimahóp. Því að það skiptir svo miklu máli að koma saman, lesa saman, uppbera hvort annað, læra og biðja fyrir hvort öðru og fyrir utan að við náum þessari djúpri tengingu við hvort annað og við Guð og það skiptir máli. Það eru nokkrir heimahópar í gangi, það eru stelpuhópar, það eru konuhópar, það er konuhópar, kallahópar, það er blandaður hópur og síðast en ekki síst, unglingarnir okkar, þeir hittast hér á sunnudagskvöldum klukkan 6 og ég hvet ykkur ef að þið eru eigið unglinga til að hvetja til að koma hérna. Það er yndislegt starf sem að fer hér fram á sunnudagskvöldum sem að Guðrún Helga leiðir og það er svo gaman að sjá hungrið í krakkonum, að heyra þau vilja bara læra í Biblíunni, þau vilja geta staðið fastari á orðinu og það er dásamlegt að fylgjast með þessum krökkum. Og ég hvet ykkur líka til að biðja fyrir krökkunum okkar, bæði unglingunum okkar og börnunum okkar. Amen. Heyrðu, eftir hálfa mánuð, þá er svolítið skemmtilegt. Af því að það er svo mikilvægt að eiga samfélag og það er líka svolítið mikilvægt að hafa gaman og það er ennþá mikilvægt að borða saman. Við ætlum að hafa föstudaginn 21. nóvember verður jólahlaðborð. Það verður jólahlaðborð vegarins og engin annar en Ólafur Haukur sem sér matinn. Þannig að því sem þekki hann vitið að við verðum ekki svikin af þeim dásendum sem hann reiðir fram. Við erum með app sem heitir Church Center appið og inn í því eitthvað sem heitir auglýsingar og þar komið jólahlaðborð og ef þið klikkið á það þá getið þið skráð ykkur af því að það er svolítið mikilvægt fyrir Óla að vita hvað koma margir, ekki það að hann getur bara bætt við eins og þetta er svo létt fyrir hann einhvern veginn 100, 150, það er ekkert mál. Þannig að á þessu jólahlaðborði verða ýmsir aðilar sem koma og skemmta fyrir okkur sem við munum auglýsa síðar, en ég hvet ykkur til að fara inn í appið og skrá ykkur og hafa svolítið gaman saman. Amen, þið til í þetta? Já, ef ekki rísa á fætur og biðja fyrir bænarefnunum, síðan ætlum við að halda áfram að lofa Guð og svo ætlar Hálfdan að koma á eftir og tala til okkar og líka langar mér rétt að minna ykkur á að alla þriðjudag klukkan 6 þá er bænastund hér í kirkjunni. Þannig að ef þú hefur tök á þá hvet ég þig til að koma, droppa inn og við skulum biðja saman. Amen. Amen. Heilagi Faðir minn, ég þakka þér fyrir einn og sérhvern sem hér í dag, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það við getum komið saman og lyft upp okkar bænarefnum hér í dag, Drottinn minn. Þú þekkir eitt og sérhvert bænarefni sem á hjörtum okkar í dag, Drottinn minn. Og ég biðji bara að koma inn í líf okkar á þessari stundu, Drottinn. Faðir minn, ég biðji að mæta þeim sem sjúkir eru hér úti, Drottinn minn. Ég biðji að mæta þeim sem eru sjúkir hér inni, Drottinn minn. Á líka með það sál, Drottinn minn. Ég biðji að leysa fjötra, Drottinn, í dag, Drottinn minn. Heilagi himneski Faðir, ég biðjast, Drottinn minn, að þú megir snerta við hjörtum fólksins okkar hér í dag, Drottinn minn. Að þú megir bara, vinna hug og hjörtu fólksins í dag, Drottinn. Heilagi Faðir minn, ég biðjast að fólki sem hér inn í dag og heimasitur megir bara upplifa og finna nærveru þína, Drottinn minn. Að í dag nýr dagur, að í dag nýtt upphaf, Drottinn minn. Heilagi himneski Faðir, alveg sama hvað það hvort það einhverjar fjölskyldu erfiðleikar eða, Faðir minn, þú þekkir þetta. Hvað svo sem það sársauki, gremja, erfiðleikar, Faðir minn, þú þekkir þetta allt saman. Ég bið að koma með þína lausn og lækningu inn í sérhverja kringumstæðu, Drottinn minn. Heilagi himneski Faðir, Drottinn, Drottinn, Drottinn.
Og Faðir minn, svo bara leggjum við unglingan og börnin okkar fram fyrir þig, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það starf sem að nú þegar hafið á sunnudagskvöldum, Drottinn minn. Og ég biðist, Drottinn minn, við biðjum líka fyrir krakkastarfi, Drottinn minn. Við biðjum fyrir nýjum leiðtoga inn í krakkastarfi, Drottinn minn. Við þráum að sjá kirkjuna okkar fulla af fólki, af börnum, af unglingum, Drottinn minn. Og við viljum geta tekið á móti á öllum stigum lífsins, Drottinn minn. Heilagi Faðir minn, takk fyrir það verð sem þú hefur þegar gert hér á meðal okkar, Drottinn minn. Hóbra sjaralari, andaralaria. Takk fyrir þína nærveru hér í dag, Drottinn. Takk fyrir að þú snertir í Jesú heilaga nafni. Amen, amen. Ég hveti bara í dag til að loka augunum og lofa Drottinn. Því að það er hann eitt sem skiptir máli. Amen. Amen. Ástin endalaus.
Ást þín er endalaus. Ást þín er endalaus. Þú ert Guð þér einum ber, allt mitt líf því færi þér, söngva sem að mikla verkin þín. Útrétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð það sem þú vilt, því nærvera er mesta gleði mín. Bið ég eitt þrái ég, meira en allt í heimi hér, að dvelja í húsi þínu allt mitt líf. Ég vil vita allt þig, sleppi því sem hindrar mig, þér og Guð er helguð lofgjörð mín. Ég brenna vil af ástríðu til þín. Sendur helgur andi, sendur helgur andi, ráð þú fer, gefa til þín komið, gefa til þín komið. Sendur helgur andi, sendur helgur andi, ráð þú fer, gefa til þín komið, gefa til þín komið. Kom þú heilagur andi, ég vil aldrei hætta að undrast návist þína, ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Öll sú fegurð sem þú gafst mér, sem minn vinur, er svo ólík öðrum sem ég hef séð. Nei, ég vil aldrei hætta að undrast návist þína, ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Öll sú fegurð sem þú gafst mér, sem minn vinur, er svo ólík öðrum sem ég hef séð. Sendur
Amen. Amen. Ekki gott að koma saman á lofa Guð? Komin í hans nærveru. Amen. Góðan daginn. Gott að sjá ykkur í dag. Halleluja. Amen. Ég með, hún Ásdís var að tala heimahópa, það gott að vera í heimahópum. Ég með einn heimahóp, strákahóp. Og við höfum verið að hittast og við höfum verið að fjalla Jesú. Hver Jesús Hvað hefur það sem að Jesús hefur gert fyrir okkur? Og síðast við hittumst þá vorum við að tala hvað Jesús hefur frelsað okkur frá. Og eitt af því sem að hann hefur frelsað okkur frá hið illa. Hið illa. Hvað eru margir sem vita að hið illa raunverulegt? Það eitthvað til sem illt. Og það raunverulegt. Það jafn raunverulegt og ég og þú. Og það segir í Efesusbréfinu, 7. kafla og versi 10, styrkist í drottni og krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þið getið staðist vélabrögð djöfulsins. Til þess að standast vélabrögð djöfulsins eða hið illa. En það ekki. Enska Amplified þýðingin hún segir að klæðast alvæpni Guðs til þess að þú getið staðið gegn öllum brögðum, öllum áformum og blekkingum djöfulsins. Og Jesús sagði þjófurinn eða djöfullinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Og hann notar brögð, hann hefur áform og hann reynir allt til þess að blekkja okkur. Allt með því markmiði að stela og slátra og eyða því sem við höfum. Og ég var að velta þessu fyrir mér, styrkist í drottni og klæðist alvæpni Guðs. Og ég fór að googla fatnað hermanna í dag. Og ég rakst á þennan texta, ólíkt óbreyttum borgurum hafa hermenn ekki möguleika á að forðast ógnir. Hermenn verða að takast á við hættulegar aðstæður, að hafa rétt herklæði getur hjálpað til við að tryggja að hermenn séu eins öruggir og mögulegt óháð yfirvofandi hættu. Svo skoðum maður myndir af hermönnum í dag og maður sér myndir eins og þessa. Þessi hermaður í alvæpni, fullum herklæðum. Hermenn eru ekki sendir í stríð í borgaralegum klæðnaði. Þeir fara ekki bara í gallabuxum og ból, heldur fara í herklæði. Þeir fara í réttarbuxur, þeir fara í réttan jakka, þeir fara í skotelt vesti, þeir eru með sérstakt belti, þeir eru með hjálm og þeir fara í hermannaklossa. Þeir eru ekki í Adidas eða Puma, þeir eru með vopn, þeir eru með skotfæri, þeir eru tilbúnir í baráttu. Og Páll segir að ég og þú, sem eru kristinn, eigum að klæðast alvæpni Guðs. Að við eigum ekki að vera bara í gallabuxum og ból, heldur í herklæðum. Af hverju? Til þess að standast vélabrögð djöfulsins, þeim brögðum og áformum, þeim blekkingum sem hann kemur með gegn okkur. Síðan heldur Páll áfram og segir, því að baráttan sem við eigum í ekki menn af holdi og blóði, heldur við tigniðar á völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andavörur vonskunar í heimingeimnum. Sem segir okkur það að við eigum í baráttu. Við eigum í stríði. Ekki við menn af holdi og blóði. Ekki við, ég og þú, við eigum ekki í stríði. Ekki ég og mamma og pabbi, ekki ég og nágranni minn, eða ég og kennari minn, eða ég og yfirmaður minn. Nei, heldur við tigniðar og völdin, við andavöru vonskunar í heimingeimnum. Heimsdrottna þessa myrkus, hið illa. Við eigum í andlegu stríði við djöfulinn og hans her. Her fallina engla sem við köllum djöfla eða illir andar. Það vill enginn eiga í stríði.
En þegar þú ert stöðugt undir árásum, þá þarftu að vera tilbúin. Þá þarftu að vera tilbúin í baráttu, annars verður þú sigraður og undirokaður á djöflinum. Fyrra Pétursbréf 5. kapli vers 8 segir, verið algáð, vakið. Verið algáð og vakið. Óvinur ykkar, djöfullinn, gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur tortímt. Verið algáð, vakið, verið á varðbyggi, verið tilbúin. Af hverju? Af því að það er yfirvofandi hætta. Djöfullinn kemur til þess að stela og slátra og eyða og hann gengur sem öskrandi ljón. Leitar á þeir sem hann getur tortrímt. Og ef ég er ekki viðbúinn, og ef þú ert ekki viðbúinn, þá eru við á hans radar. Þá getur hann komið með sín brögð, sín áform, sínar blekkingar gegn okkur. Og djöfullinn reynir allt sem hann getur til að bregða fyrir okkur fæti. Til að fella okkur, til að blekkja okkur, til að fá okkur til þess að lifa í ósigri. Charles Baudelaire, þetta geggjanafn, Charles Baudelaire. Hann sagði, mesta blekkingin sem djöfullinn hefur nokkuð tíma notað var að sannfara heiminn að hann væri ekki til. Og Ken Ammi, hann sagði, næst besta blekkingin sem að djöfullinn hefur nokkuð tíma notað var að sannfara heiminn að hann sé góði gaurinn. Ef að djöfullinn myndi banka upp á þér og segja, sæll, ég er djöfullinn, svo sem að Jesús talaði ég er þjófurinn sem er komin til að stela og slátra og eyða öllu í þínu lífi, má ég koma inn? Hvernig myndir þú svara? Nei, ekki núna, og loka hurðinni, ekki rétt? En hann bankar ekki upp og kynnir sig með nafni. Korintubréfið segir, Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Ljósengilsmynd, hann þykist vera eitthvað allt annar en hann er. Biblían segir að hann gerir ekkert annað en að ljúga. Hann er faðir lyginnar. Hann kemur og reynir að selja okkur eitthvað sem ekki er satt. Sjáu hvernig hann kom til Evu. Er það satt sem Guð segir? Nei, það er ekki satt. Ef þú borðar ávöxtunum þá verður þú eins og Guð. Og hann reynir að frista okkar á því sviði sem við erum kannski veik fyrir. Og þú þarft nú á þess að halda, sko. Þú átt þetta skilið. Veistu, það sér þig enginn. Bara í þetta eina skipti. Þeir á eftir að líða svo vel. Og þegar við gefum eftir, þegar við föllum í syndina, þá kemur hann aftur, þess að sami og fristaði okkar, en nú kemur hann bara og ásakar okkur. Kallar þú þig kristinn? Hvað er eiginlega að þér? Getur aldrei gert það sem er rétt? Ótrúlega ertu vitlaus. Og við erum komin í fyrirdæmingu. Og þú ætlar sko ekki að gera þetta aftur. En þá kemur djöfullinn aftur. Ó, þú þarft nú á þess að halda. Takk, kannski þessu. Þú þarft nú á þess að halda. Þú átt þetta skilin. Og það sér þið bara enginn. Bara í þetta eina skipti. Þér á eftir að líða svo vel. Og aftur látum við undan og þá er hann mættur aftur. Og kallar þú þig kristinn. Hvað er þér? Getur aldrei gert það sem er rétt. Ótrúlega ertu vitlaus. Þú sem ætlar aldrei að gera þetta aftur. Og sjáðu hverju þú ert stattur í dag. Og við erum komin í enn meiri fyrirdæmingu á þér. Og djöfullinn reynir að segja, já, þú ert svo eini sem ert svona. Þú ert svo eini sem ert að berjast í þessu. Það er engin annar að berjast í sömu hlutu þú. Það er engin jafn vitlaus og þú. Þú ert svo eini sem fellur í þessa gryfju. Og fyrirdæmingin, hún byrjar að taka yfir hug okkar. Og við segjum ég er ekki orðið verðugur til að koma fram fyrir Guð. Því ég er svo ómögulegur. Því ég klúðra öllu. Ég fell alltaf í sömu syndina aftur og aftur. Guð er hættur að líta við mér. Ég er bara ekki verðugur. Sjáu þið Adam og Evu þegar þau voru búin að borða af ávöxtinum. Og Guð kom í garðinn og hann var að leita að þeim. Og hann kallar, hvar ertu? Og Adam sagði, ég var hræddur og ég faldi mig að því ég er nakinn.
Hann var nakinn í gær en tók ekki eftir því. Hann var nakinn daginn þar áður, hann tók ekki eftir því. En núna var komin skömm og sektarkennd í líf þeirra. Því að djöfullinn var búinn að koma fyrirdæmingu að. Og ef djöfullinn getur komið fyrirdæmingu inn í þitt líf, sem að leiðir að sér skömm og sektarkennd, sem að leiðir síðan að sér aðskilnað milli þín og Guðs, þá er hann tekist það sem hann ætlaði sér. Af því að hann þráir ekkert annað en að við séum fjarri Guði. En hvað segir Páll í Rómarbréfinu, 8. kafla vers 1? Nú er því engin fyrirdæming búin þeim sem eru í Kristi Jesú. Það er engin fyrirdæming ef við erum í Kristi Jesú. Við þurfum ekki að lifa með skömm og sektarkennd. Síðan segir hann, því að lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi Jesú hefur frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Jesús hefur frelsað okkur frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Hann hefur frelsað okkur undan hinu illa. Amen. Og í Postalasögunni 10:38 segir Pétur Jesú. Jesús, hann gekk gerði gott og græddi alla sem djöfullinn undirokaði. Græddi alla sem djöfullinn undirokaði. Og Amplified Biblian segir, alla þá sem djöfullinn hefur hrjáð og kúað. Hefur djöfullinn undirokað þig? Hefur hann hrjáð þig og kúað þig? Hefur hann komið með fyrirdæmingu, skömm og sektarkennd inn í þitt líf? Jesús hefur frelsað þig undan því. Hann hefur sett þig frjálsan, hann hefur sett þig frjálsa. Hann vill ekki að við lifum í fyrirdæmingu. Hann vill ekki að við lifum undir skömm og sektarkennd. Hann vill ekki að þessi aðskilnaður á milli okkar og Guðs. Hann vill ekki að við felum okkur fyrir Guði, að við erum í skömm og með fyrirdæmingu. En þó að hann hefur sett okkur frjáls, þá þýðir það ekki að baráttan sé búin. Við erum í stríði, við eigum í stríði við andaveru vonskunnar og við þurfum að vera algáð. Við þurfum að vera vakandi, við þurfum að vera tilbúin að verjast árásum hins vonda. En hvernig? Hvað getum við gert til þess að vera undirbúin? Páll segir klæðist alvæpni Guðs. Til þess að þið geti staðið gegn öllum brögðum, öllum áformum og öllum blekkingum djöfulsins. Efésíu 6:13. Takið því alvæpni Guðs. Til þess að þið geti veitt mótstuð á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Það er alveg svo hermaðurinn sem fer í herbúningin sinn, þá þurfum við að fara í okkar herbúning, í okkar herklæði, til þess að við getum veitt mótstöðu, til þess að við getum haldið velli. Og hver er okkar herklæði? Páll segir okkur það í næstu versum, hann segir standið því girt sannleika lendar ykkar og klætt réttlættum sem brynju og skóuð á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðarboðin frið. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeiti hins vonda, setið upp hjálm hjálpræðisins og grípið sverð andans Guðs orð. Fyrsta sem að Páll segir, standið því girt sannleika lendar ykkar. Og Jóhannes að Guðspjall 14:6, það segir Jesús, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og Jóhannes að Guðspjalli 8:31 segir Jesús, ef þið farið eftir því sem ég segi, er þið sannir lærisveinar mínir og þeir munu þekkja sannleikann og sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Jesús er sannleikurinn og við, ég og þú, við þurfum að þekkja hann. Það er hann sem að gera okkur frjáls. Það er hann sem gekk og græddi alla sem voru undirokaði djöflinum. Það var hann sem að gera okkur frjáls. Það var hann sem að raka út illa anda. Það var hann sem að gera fólk frjáls og hann getur gert mig og þig frjálsa í dag. Við þurfum að þekkja hann af því að hann er sannleikurinn. Og þegar djöfullinn kemur með lygi sína gegn okkur, þá þekkjum við sannleikann sem er í Jesús Kristur. Hvað hann segir okkur. Hver ég er í honum. Sonur hans, dóttir hans.
börn hans. Göngum út úr sigri en ekki úr ósigri. Sigurinn okkar. Við erum höfuð en ekki hali. Hlustum á sannleikann, hvað sannleikurinn segir líf okkar. Annað atriði sem hann segir klædd réttlætinu sem brynju. Hvað réttlæti okkar? Síðar í Korinthubréf 5:21 segir: Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað, til þess að hann gerði okkur réttlát í Guðs augum. Jesús sannleikurinn, hann setur okkur frjáls og það hann sem réttlætið okkar. Hann brynjan okkar. Hann tók syndir okkar á sig til þess að við sem réttlát í augum Guðs. Það brynjan okkar, réttlæti hans. Þannig að Jesús bæði belti okkar og brynja, sannleikurinn og réttlæti okkar. Þriðja atriði sem hann talar að við höfum að vera skóuð á fótunum með fúsleik til að boða fagnaðarboðunum frið. Þegar við skoðum Nýja testamentið og skoðum hvernig Jesús vann, þá sjáum við að hann sendi lærisveinana út 2 og 2. Hann sendi þá borg úr borg til þess að predika fagnaðarerindið. Jesús sagði við lærisveinana: farið út allan heim. Allan heim. Farið á norðlægar slóðir, til lands í norðri sem heitir Ísland, og prediki fagnaðarerindið. Kennið þeim allt það sem ég hef kennt yður. Og Rómverjabréfið 10. kapli og vers 15 segir: hversu fagurt fótatak þeirra sem boða fagnaðarerindið hið góða. Og Jesaja 52:7 segir: hversu yndislegir á fjöllunum fætur fagnaðarboðans sem friðinn kunngerir, gleði tíðindin flytur, hjálpraðið boðar og segir við Síón: Guð þinn sestur af völdum. Við þurfum að vera tilbúin að segja öðrum frá Jesú, því sem hann hefur gert í þínu lífi, hvernig hann hefur mætt þér, hvernig hann hefur tekið frá þér kvíða, hvernig hann hefur tekið frá þér ótta, hvernig hann hefur gefið þér nýtt líf, hvernig Jesús hefur mætt þér. Við þurfum að vera fús til að fara út með fagnaðarerindið. 4. atriðið, takið umfram allt skjöld trúarinnar, segið þið getið slökkt með öll logandi skeyti hins vonda. Og Jakobsbréfið segir í 1. kafla versi 2-3: kæri söfnuður, álitið það mesta fagnaðarefni þið ratið í ýmiss konar raunir. Þið vitið að trúfesti yðar eða trú ykkar veldur þolgæði. Trúfesti ykkar, trú okkar, að við treystum Guði í öllum okkar kringumstæðum. Að við treystum honum og við höldum út. Að við sendum trú okkar á hann og hann gefur okkur þolgæði. Hann gefur okkur úthald, að við gefumst ekki upp, heldur höldum út. Páll segir í síðara Korinthubréfinu 1:24: í trúnni standið þið stöðug. Rómverskir hermenn, þeir báru skjöld og skjöldurinn hann var ekkert lítill. Skjöldurinn var stór. Og rómverskir hermenn þeir gætu sett skjöldin niður á jörðina og þeir gætu falið sér bak við skjöldin. Og örvarnar náðu ekki til þeirra. Við þurfum að setja okkar trú á Guð og hann skjöldur okkar. Hann stoppar öll logandi skeyti hins vonda. Segir í Jesaja 41:10: óttast eigi, því að ég með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég þinn Guð. Ég styrki þig og ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Setjum traust okkar og trú á hann skjöldur okkar. Síðan segir hann að setja upp hjálm hjálpræðisins. Fyrsta Þessalóníkubréf 5. kapli vers 8 segir: en við sem heyrir deginum til skulum vera allskáð, klædd trú og kærleika sem brynju og voninni frelsun sem hjálmi. Voninni frelsun sem hjálmi. Hjálm hjálpræðisins. Og í Rómverjabréfinu 8. kapla þar segir Páll: allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn. Þið hafið ekki fengið anda sem hneppir í þrældóm og leiðir aftur til hræðslu. Þið hafið fengið þann anda sem gerir mann að barni Guðs. Í þeim anda áköllum við Abba Faðir. Sjálfur andinn vitnar með okkar anda að við erum Guðs börn. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar
og það erfingjar Guðs, en samarfar Krists, þegar við líðum með honum til þess að við verðum einnig vegsamleg með honum. Síðan segir Páll, í þessari von erum við hólpin. Í þessari von erum við hólpin. Billy Graham sagði, fyrir hinn trúaða er von handan grafarinnar, því að Jesús Kristur hefur opnað okkur dyr til himna með dauða sínum og upprisu. Viti, Jesús er von okkar. Von að sé eitthvað meira en bara lífið hér sem við lifum hér á jörðinni. Að við eigum von eilíft líf á himnum með honum. Hann er hjálpræðið okkar. 7. atriði sem hann talar er grípi sverðandans, sem orð Guðs. Viti, sverðið er eini hluti herklæðana sem við notum í sókn til að berja frá okkur. Og Hebreabréfið 4:12 segir, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggiðu sverði og smýgur inn í innstu fylgsni sálar, andar, liðamót og mergjar og dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Það er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggiðu sverði. Orð Guðs er sverðið okkar. Þess vegna skiptir svo miklu máli að við lesum orð Guðs, Biblíuna, því að hún er sverðið okkar. Við þurfum að lesa hana til þess að geta notað hana. Þegar Jesús hafi verið í eyðimörkinni í 40 daga, kom djöfullinn til að freista hans. 3 sinnum reyndi djöfullinn að freista Jesú, með orðum, með lofurðum, eitthvað gott, með lygi sinni. Jesús svaraði alltaf með orði Guðs. Það er ritað er, ritað er, ritað er. Orð Guðs er sverð okkar, sverð andans. Og við þurfum að þekkja það til þess að geta nota það. Þess vegna þurfum við að lesa orð Guðs daglega, fylla okkur af hans orði. Við þurfum að klæða okkur í þessi herklæði til þess að við erum tilbúin þegar að djöfullinn ræðist á okkur. Ekki ef, heldur þegar. Páll endar þessa upptalningu á að segja, gerið það með bæn og beiðni og biðjið á hverri tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðug í bæn fyrir öllum heilugum. Við þurfum að vera stöðug í bæninni. Það sem við komum fram fyrir Guð með alla hluti. Segjum honum hvað er í gangi í lífi okkar, hvað við erum að gangi í gegnum. Það sem við lofum hann fyrir það hver hann er. Við lofum hann fyrir það sem hann hefur gert fyrir okkur. Þökkum honum í öllum hlutum, biðjum hans til hans fyrir öllum hlutum. Við getum þakkað honum fyrir sannleikann sem við eigum í Jesú. Við getum þakkað fyrir að hann hefur gert okkur réttlátt, að hann er réttlátt okkar. Við getum beðið hann að gefa okkur tækifæri til þess að segja frá öðrum. Þakkað honum fyrir að hann er með okkur og setjum trú okkur og traust á hann. Við getum þakkað honum fyrir vonana sem við eigum í honum, hjálpræði sem að Jesús vann á krossinum fyrir okkur öll. Og við getum þakkað honum fyrir hans orð og opnað svo hans orð og fyllt okkur að því. Og þegar við erum stöðug í bæninni, þegar við erum klædd í þessi herklæði og erum tilbúin til að veita mótstöðu, þá segir Jakobsbréfið, gefið ykkur því guðavald, standi gegn djöflunum og hvað svo? Og hann mun flýja ykkur. Hann mun flýja ykkur. Hann mun flýja ykkur. Við erum nefnilega í stríði. Ekki menn af hold og blóði, heldur við andaveru vonskunar í heimingjumnum, hið illa í þessum heimi. Og hann kemur á mót okkur í ljós engilsmynd, reynir að selja okkur lygina sem hann leggur fyrir framan okkur. Reynir að koma inn fyrirdæmingu og skömm og sektarkennd. Reynir að koma í veg fyrir að við erum samfélag við Guð. Af því að við lifum í fyrirdæmingu, af því við lifum í skömm og sektarkennd. Hann vil koma í veg fyrir það við göngum með Guði. Hann vil að við lifum í aðskilnaði, fjarri Guði. Þess vegna þurfum við að vera tilbúin á einum vonda degi. Þegar við eigum síst von á og djöfullinn kemur gegn okkur. Þá þurfum við að vera klædd í herklæðin okkar. Tilbúin í baráttu, tilbúin til að standa gegn honum og hann mun flýja ykkur. Amen. Kólossusbréfið 1, vers 13. Kannski fá lofgjörðuna henni upp. Hann segir, hann hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins og flutti okkur yfir
í ríkisins elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina, fyrirgefningu synda okkar. Það barátta líf okkar. Djöfullinn vill að við lifum í myrkri, í ósigri. Við lifum í lyginni sem hann matriðir ofan í okkur. En Jesús kom til að frelsa okkur út úr myrkrinu og flytja okkur yfir í sitt ríki, yfir ljósið, í ríki sitt. Hann vill fyrirgefa okkur alltaf ranga sem við höfum gert. Hann vill leysa okkur undan því sem að djöfullinn hefur þjakað okkur með. Þess vegna kom Jesús og dó á krossinu fyrir mig og þig, til þess að ég og þú ættum aðganga hans ríki, til þess að við getum komið fram fyrir Guð hrein og lítalaus. Hann þráir eiga samfélag með okkur. Hann þráir að ganga með okkur eins og hann gekk með Adam og Evu í aldingarðinum. Hann vill leysa þig undan fyrirdæmingu. Hann vill leysa þig undan skömm, hann leysa þig undan sektarkennd. Hann vill gera þig frjálsan í dag. Og fyrsta Jóhannesarbréf 1:9 segir, ef við játum syndir okkar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur okkur syndirnar og hann hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við játum syndir okkar, hvað það lífi þínu og lífi mínu sem kemur fyrirdæmingu, sem kemur skömm, kemur sektarkennd? Hvað það í lífi okkar sem að hindrar okkur frá því að koma fram fyrir Guð? Játum það fram fyrir Guði. Hann fyrirgefur okkur, hann hreinsar okkur öllu ranglæti. Jesús tók syndir okkar á sig á krossinum. Blóð hans hreinsar okkur af allri synd. Og þegar við iðrumst, þegar við játum syndir okkar, þá erum við ekki lengur ranglát í augum Guðs, heldur erum við réttlát í augum Guðs. Af því að Jesús gerir okkur réttlát og við getum gengið inn í nærveru Guðs með djörfung. Af því að hann hreinsar okkur af syndinni. Ekki láta fyrirdæmingu, skömm eða sektarkennd standi í vegi fyrir því að þú nálgist Guð. Ekki láta það standi í vegi að þú komir fram fyrir hann. Jesús þráir að leysa þig undan syndinni. Hann búinn að deyja fyrir syndið þínar. Hann búinn að taka syndið þínar og ranglæti þitt á sig á krossinum og hann fyrirgefur þér. Amen. Við skulum rísa á fætur og við skulum biðja saman. Drottinn Jesús, við bara komum fram fyrir þig, Faðir, með allt okkar líf, Faðir. Allt það sem við erum að berjast við, Drottinn Guð. Faðir, við komum með fyrirdæminguna sem í líf okkar. Við komum með skömmina sem í lífum okkar. Við komum með sektarkenndina sem í líf okkar. Og við bara leggjum það fram fyrir fætur þína, Drottinn. Við biðjum að fyrirgefa okkur, synd okkar. Ég þakka þér fyrir að blóð þetta rann á krossinum, fyrir mig og fyrir mína syndir, Jesús. Að þú tókst á þig á krossinum, þú vannst sigurinn. Og sigurinn okkar. Og þú hefur leyst okkur undan syndinni, þú hefur sett okkur frjáls. Og við viljum bara taka á móti þínu frelsi í dag, Jesús. Við viljum taka á móti réttlæti þínu í dag, Jesús. Að við getum komið fram fyrir þig, Faðir, í réttlæti þínum augum. Við getum komið fram fyrir þig með djörfung, fram fyrir náðar hásætti þitt, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að náð þín ný á hverjum degi, Jesús. Ég get komið fram fyrir þig þrátt fyrir syndi mínar sem ég dríði í morgun eða í gær eða hvenær sem það var. Þrátt fyrir að ég falli í synd, þrátt fyrir að ég láti undan röddu óvinarins, að þá get ég komið fram fyrir þig og þú gerir mér hreinan og lítalausan fram fyrir þér. Og ég bara bið þér, Drottinn Guð, að fyrirdæmingin að muni brjóta hana bak aftur og taka hana frá okkur. Að þessi ekkert sem standi í veginum að við komum fram fyrir þig, Drottinn Guð. Að því þú þráir að vera hluti af okkar lífi. Þú þráir, Drottinn Guð, að fylla okkur af þér. Þú þráir að ganga með okkur alla daga. Leið okkur þinn veg, leið okkur inn í lífi með þér, Jesús. Takk, Jesús, fyrir verki sem þú vannst á krossinum, að þú hefur leyst okkur. Takk, Jesús, í Jesu nafni. Amen, amen, amen.
Ég bara hveti og minni þig á það engin fyrirdæming fyrir þann sem að tilheyrir Kristi Jesú. Engin fyrirdæming. Við getum alltaf komið fram fyrir Guð og sagt fyrirgefðu mér, ég brást. Og hann tekur mótið þér af því að þú ert hans barn. Hann lyftir þér upp, umvefur þig af því að hann elskar þig. Amen. Amen. Við skulum lofa Guð saman í einu lagi áður en við förum í Kaffi Paradís og við samfélag saman. Og ef það eitthvað sem að þú ert að berjast við sem að þú vilt að við stöndum með þér í bæn fyrir, ef við fá fyrir bæn, komdu fram og við biðjum með þér. Við stöndum saman í trú að því að Guð heyrir bænar okkar. Guð hér og hann heyrir og hann sér. Hann sér hvað við erum að gangi í gegnum, hann sér hvað við erum að berjast við og hann heyrir bænar okkar og hann þráir að mæta okkur, grípa inn í líf okkar og gefa okkur lausn og frelsi. Amen. Þannig að með við lofum Guð saman, komdu þá fram með út fyrir bæn og við stöndum með í bæn. Annars ljúkum við stundinni og förum svo fram í Kaffi Paradís og fáum okkur eitthvað gott sem að Benni hefur útbúið handa okkur og eigum samfélag saman. Amen. Guð blessi þig, sjáum svo næsta sunnudag klukkan 12. Þeir sem eru á Alfa, það er Alfa á miðvikudaginn og svo 21. nóvember jólahlaðborð. Bænastund á þriðjudaginn klukkan 6. United annað kvöld. Unglingarnir í kvöld frá 6 til 8. Það er full dagskrá í kirkjunni, þannig á það að vera. Nóg handa öllum. Strákar sem að þið sem að vilja koma í heima og bjó mér, það er á 5. Hér klukkan 7 til 9. Ástís með hópinn sinn á 3. klukkan 7. Og nóg að gera. Amen. Guð blessi ykkur. Ég elska þig, því þín miskunn aldrei bregst mér og sér hver dag ég í hendi þér sér hvern morgun ég vakna þar til ég sofna á ný og þá ég syng þín góðu vilja Guð. Allt mitt líf þú trúir þínu, allt mitt líf þá get ég treyst á þig, með hverjum andardrætti mínum og þá ég syng þín góðu vilja Guð. Og röddin þín gegnum eld hún hefur leitt mig og þá myrk nótt þú ert